Já, takk. Nú, gott kvöld, ég heiti Jóna Braga Ásgeirs og myndlistagagnrýnandi vikunnar og hér til umfjöllunar myndlistasýning sú sem nú stendur yfir í skóverslun Sæmundar Karlssonar á Laugaveginum. Sæmundur Karlsson eins og allir vita brautryðjandi á því sviði að færa myndlistina nær almenningi og skemmst að minnast málverkasýningar sem Sæmundur stóð fyrir hér á verkum Errós og Kallaklóstrinu og Kringlunni rétt fyrir jólin. Það var fullt út úr dyrum alveg fram aðfangadag og allt seldist upp. En sýning svo sem nú til umfjöllunar eins og fyrr segir í skóverslun Sæmundar Karlssonar, nánar tiltekið í dömudeildinni, enda mun listamaðurinn vera dama ef marka má þessa sýningarskrá hérna. Jú, hún dama og hún hefur valið sér listamannanafnið Jóhanna Andrésína Skúlptúra. Já, Andrésína Skúlptúra. Sennilega útlensk bara þessi listakona, heitir þessu tilgerðlega nafni Jóhanna Andrésína Skúlptúra. Hún getur ekki þetta. Nei, fyrirgefðu, ég lesi þetta vitlaust, já. Nei, það Jóhann og Andrésína Skúlptúra. Já, það sést þeir Jóhann og Andrésína Skúlptúra. Og ég svo sem lítið það að segja, eins og þessi skúlptúra þeirra svo sem ekki til að hrópa húrra fyrir og það var hundleið á þessum drengjum. En ég sá sýningu þeirra held í fyrra, en fannst ekki varðið við það. Já, en sem sé sýningin sem nú stendur yfir í fiskbúð Sæmundar Karls, fyrir ég ætla að segja skóbúð Sæmundar Karls, sýningin þar stendur yfir, það allt önnur sýning, það er sýning á strigaskóm, vorlínunni. Íkons og Þýskaland í öllum litum, mjög skemmtilegum litum og þessi strigaskósýning bara eitthvað svo litaglast sem ég sé lengi hérna á landi og hér hefur betur Sæmundur Karl og Spike strigaskóumbúðið á Íslandi. Ráðlegt bara öllum að sjá þessa sýningu bara og kæmi mikið á óvart ef aðstandendur fengi ekki bara listamann á laun og jæja, en semst þeir sem endilega vilja sjá þessa skúlptúra hjá Jensínu og Andrésínu og þeim strákunum þarna semst opnar hún bara einhvern tímann í febrúar, bara upp í Mosesveit eða Kjalarnesi einhvers staðar bara það fyrir norðan. Ég náttúrulega ekki að sjá hana og ég held nú bara að þessi tíma okkar sé alveg útrunninn í